11. liður á dagskrá okkar er ársreikningur Akureyrarkaupstaðar fyrir árið 2008. Þetta er síðari umræða. Það er bæjarstjóri sem hefur framsögu málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fór rækilega yfir ársreikning bæjarins við fyrri umræðu og tel ekki ástæðu til að rekja hana aftur hér. En ég mun fara stuttlega yfir B-hluta fyrirtækin sem ég gerði ekki síðast. Nú eins og fram kemur í endurskoðunarskýrslu KPMG eru rekstur og fjárhagsstaða B-hluta fyrirtækja í almennt séð í ágætu lagi. Eigið fé félagslegra íbúða var í árslok neikvætt tæpa 600 milljónir sem er aðalega vegna þess að kostnaðarverðsreikningsskil er að ræða en þau eru ekki verðleiðrétt og eignir færðar upphaflegu kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Handbært fé frá rekstri félagslega íbúða nam 45 milljónir króna og fjárfest var fyrir 47 milljónir króna. Fjöldi íbúða í leiguíbúðakerfi bæjarins á svipaða milli ára eða tæpa 260 íbúðir. Nú síðan er það öldrunarheimili Akureyrarbæjar með neikvætt eigið fé upp á rúmlega 260 milljónir vegna lífeyrisskuldbindingar, fyrst og fremst vegna þess. Rekstur öldrunarheimilina var góður á árinu og framlag bæjarins til rekstur aðeins óvenju lágt miðað við fyrra ár eða aðeins tæpar 29 milljónir króna. Norðurorka HF hefur verið töluvert í umræðinu meðal bæjarbúa og ég tel rétt að gera grein fyrir stöðu hennar hér. Á síðustu árum hefur Norðurorka HF haft talsverðan hag af því að skuldir þess hafa verulegu leyti verið í erlendri mynt en því fylgir að sjálfsögðu áhætta að hafa tekjur í íslenskum krónum en skuldirnar í öðrum gjaldmiðli. Það sýnir sig nú við það fall krónuna sem við urðum vitni af í haust og setur óhjákvæmilega strik sín í efnahagsreikning félagsins. Hefðbundin rekstur og þjónusta Norðurorku gekk þó venju samkvæmt og gekk vel á árinu. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði var rúmur 0,5 milljarður króna en tap eftir fjármagnsliðina upp á 2,4 milljarða. Samanborið við 400 milljóna króna hagnað árinu 2007. Og fjármagnskostnaður nam tæpum 2,9 milljörðum á síðasta ári. En handbært fé frá rekstri sem er mikilvæg stærð að skoða var rúmlega 640 milljónir samanborið við 720 milljónir árinu 2007. Á veitusvæði Norðurorku voru eins og undanfarin ár mikla framkvæmdir í gangi á árinu og fóru ekki að draga úr fyrir undir árslok. En ljóst er af þeim samdrætti sem nú á sér stað í byggingariðnaði að einhver bið kann að verða því að tekjur af fjárfestingu félagsins skili sér að fullu og eins er útlit fyrir að mun minni þörf verði fyrir nýframkvæmdir á þessu og jafnvel næsta ári. Þrátt fyrir afkoma var ekki viðunandi á síðasta ári voru gjaldskrárbreytingar í lágmarki en gripið frekar til víðtækra aðgerða til að lækka rekstrarkostnað og gert er ráð fyrir í áætlunum að allt að 10% sparnaður náist í almennum rekstri á þessu ári. Norðurorka er nokkuð skuldsett fyrirtæki og lánasafnið að mestu í erlendri mynt. Vera má að samsetning lánasafnsins hefði átt að vera á annan veg en þess ber þó að gæta að fyrirtæki hefur haft gríðarlegan ábata af vaxtamun erlendra lána og innlendra undanfarin ár. Og vaxtamunurinn er enn mikill og lánin flest til langs tíma og munu með vonandi styrkingu krónar ekki hafins mikil áhrif og ætla mætti á fjárhag Norðurorku til lengri tíma litið. Lán í árslok námu 5,8 milljörðum króna og þar að vera rúmur milljarður í íslenskum krónum. Rekstrarkostnaður var innan áætlunar en fjárfestingar urðu nokkuð meiri en áætlað hefði verið bæði vegna þenslunar, kaupa á veitum Eyjafjarðarsveitar og hlutafjárreikningar í aðildarfélögum. Norðurorka hefur stutt við uppbyggingu vegna aflþjónuverksmiðju Bekkramál með þátttöku í stofnun hlutafélags sem sér byggingu og rekstur spennistöðvar fyrir rekstur verksmiðjunnar. Málefni Þeistareykja sem er í eigu Norðurorku, Orkuveitu Húsavíkur og Landsvirkjunar hefur líka borið að góma í umræðinu undanfarna mánuði. Það fyrirtæki hélt áfram rannsóknum á svæðinu á síðasta ári og nú hefur verið varið milljarði í rannsóknir. Árangur þessara rannsóknir lofar góðu og má ætla að framleiðslugeta svæðisins sé 250 til 350 megavött. Og það er brýnt og ég held að við getum öll verið sammála að það er brýnt að þessi mikla fjárbending sem sveitarfélögin á Norðausturlandi hafa sett í Þeistareykja verkefnið fara að skila tekjum og mikilvægt er að niðurstaða náist hvað varðar orkufrekan iðnað á Húsavíkursvæðinu. Næst ætla ég að víkja að hafnasamlagi Norðurlands. Hafnasamlagi fer með rekstur hafnanna hér við innanverðan Eyjafjörð, auk Grenivíkur og Hríseyjar. Og það er gert ráð fyrir því að Grímseyjarhöfn gangi inn í samlagið á þessu ári.
Á árinu 2008 voru boðin út 2 verk sem voru á samgönguáætlun. Annað verkið voru lagnir og þekja á Tangabryggju og hitt var kantur ofan nýja stálþil á Oddeyrarbryggju. Öllum frekari framkvæmdum var slegið á frest ótímabundið vegna og það var einhliða ákvörðun Siglingamálastofnunar. En stjórn Hafnasamlagsins hefur lagt miklu áherslu á að við endurskoðun á svæðisskipulagi Eyjafjarðar verði áfram gert ráð fyrir stórskipahöfn í Eyjafirði. Sömuleiðis að iðnaðarlóðin margfræga á Dysnesi verði ekki skert, en ekki margir staðir á landinu sem geta boðið upp á jafngóða möguleika varðandi hafnsækna starfsemi. Þessar hugmyndir hafa verið kynntar fyrir íbúum Arnarneshrepps. Þetta er mikið hagsmunamál allra sveitarfélaga við Eyjafjörð að mínu mati og við höfum kannski ekki ennþá náð svona sæmilegri lendingu í þessu máli, en það er mikilvægt að sveitarfélagin sameinist í þessu og Hafnasamlag hefur farið þar undan með mjög góða vinnu og mjög góða kynningu á þeim hugmyndum sem eru varðandi nýtingu á þessu svæði. Nú að frumkvæði Siglingastofnunar og fjárfestingarstofu var PricewaterhouseCoopers í Belgíu falið að kanna hvort fjárhagslega forsendur væri fyrir því að skipaútgerðir færu að nýta norðaustur siglingaleiðina til vöruflutninga milli Asíu og Evrópu eða Norður-Ameríku. Sú niðurstaða var að svo komnu neikvæð, en í framhaldi var stofnaður vinnuhópur undir forystu Atvinnuþróunarfélagsins til að leita annarra verkefna fyrir Dysneslóðina, meðal annars í tengslu við öryggi og eftirlit með siglingum á norðurslóðum og þjónustu vegna rannsókna og vinnslu verðmæta bæði við Austur-Grænland og á Drekasvæðinu. Niðurstöður útboðs varðandi rannsóknir á Drekasvæðinu lágu fyrir í gær og ég á vona því að þessi hópur muni setja sig í samband við þau fyrirtæki og kynna þá aðstöðu og möguleika sem hér á Akureyri er að finna og fylgjast mjög grannt með þeim verkefnum sem að þar bjóðast. Því að hiklaust gæti Akureyri verið mjög álitlegu kostur sem miðstöð fyrir það verkefni. Nú í Akureyrarhöfn voru skráðar 530 skipakomur sem 117 skipum færri en 2007. Við höfum séð þessa þróun undanfarin ár að skipakomum er að fækka, en hins vegar er ein tegund skipa sem að fer fjölgandi og það eru skemmtiferðaskipin. Og í fyrra komu 57 skemmtiferðaskip með 40.000 farþega og niðurstöður alþjóðlegar könnunar álit farþega skemmtiferðaskipa leiddi í ljós að þjónusta Akureyrarhafnar og höfnin eru í 3. sæti af þeim 34 Evrópuhöfnum sem kannaðar voru og er það ákaflega ánægjuleg niðurstaða, ástæða til þess að óska starfsfólki hafnarinnar til hamingju með þennan góða árangur af þrotlausri vinnu og eljusemi undanfarin ár sem er að skila sér í þessum niðurstöðum. Og útliti fyrir að farþegum þessara skipa muni fjölga 30% þessu ári, en það muni ríflega 60 skip heimsækja okkur í sumar. Heildartekjur Hafnasamlagsins á síðastliðnu ári námu 235 milljónir króna sem 15 milljónir króna hærri tekjur heldur en árið á undan. Tapið af rekstrinu var 15,9 milljónir, en sjóðstreymið engu að síður er mjög gott og handbært fé árslok var tæpar 120 milljónir á móti 112 milljónum árið 2007. Nú ég tel ekki ástæðu hér til að fara ítarlega yfir aðrar B-hlutastofnanir. Mér fannst ástæðu til þess að vekja athygli bæði fulltrúa á þessu tvennu. Bæði út af því að Norðurorka hefur verið töluvert í umræðu meðal almennings undanfarna mánuð út af erfiðri stöðu. En engu að síður sér litið til lengri tíma þá er Norðurorka í ágætismálum. Og eins fannst mér ástæðu til þess að fara yfir Hafnasamlagið þar sem að niðurstaða þess er ákaflega ánægjuleg og reksturinn þar á bæ. Og ég hef þar með lokið framsögu minni ársreikning samstæðu Akureyrarbæjar og lokinu umræðu hér legg ég til við forseta að ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2008 verði hér borin upp til samþykktar og bæjarfulltrúar staðfesti ársreikningin í lok fundar með áritun sinni. Orðið er laust ársreikningin. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra fyrir þessi viðbótar gögn má kalla í ársreikningnum. Við höfum auðvitað rætt ársreikningin æði oft. Þetta er auðvitað í annað sinn hér og við erum búin að ræða hann í bæjarráði margoft og við höfum fengið kynningu á reikningunum prýðilega þar sem að við erum búin að fara yfir alla þætti í margsinnis og ég ætla ekki að endurtaka þá umræðu sem að farið fram hér ársreikningin nema að litlu leyti og það er auðvitað ýmislegt sem að leitar á mann eftir að hafa fengið niðurstöðutölur og skoða þennan reikning
Þetta efnahagsástand sem að kemur svona herfilega niður á okkur eins og öllum öðrum leikur þennan ársreikning auðvitað grátt eins og við vitum öll. Þeir peningar sem við höfum verið með að láni, þeir eru orðnir okkur miklu dýrari. Það kom einmitt vel fram í máli bæjarstjóra með skuldir Norðurorku sem að voru í töluverðu mæli í erlendri mynt og hafa hækkað gríðarlega mikið. Auðvitað á það við aðra skuldir líka sem að við berum og þetta gerur okkur auðvitað miklu erfiðar vik með okkar rekstur. Þetta í raun og veru takmarkar það fjármagn sem við höfum til annarra nota, getum við sagt, eða minnkar það. Við erum búin að vinna gríðarlega mikla vinnu inn í rekstri bæjarfélagsins, ekkert bara núna eftir að kreppan brast á, heldur fyrir líka, kannski sem betur vera hluta. Við vorum búin að fara í gegnum okkar starfsmannakúltúr, við vorum búin að fara í gegnum yfirvinnu, við vorum búin að reyna að skoða margar leiðir til þess að hagræða og finna hagkvæmari lendingu fyrir ýmsa málaflokka. Reksturinn kominn núna að því horfi í mörgum að stæðstu málaflokkunum að það afskaplega erfitt að fara í einhvern beinan rekstrar niðurskurð. Það eiginlega bara varla hægt. Og auðvitað þegar maður búinn að skoða ársreikningana margoft og liggi yfir þessu, þá kemur auðvitað alltaf upp í hugan þessi mál sem við höfum verið að ræða hvernig við getum dregið úr okkar kostnaði til að ná svo aftur fjárhagsáætluninni saman. Þetta tvinnast auðvitað saman, þessir ársreikningar og það auðvitað ekkert bjart framundan. Ég get ekki sagt það afskaplega þungt undir fæti og það hefur ekkert verið orðið léttara núna hins síðustu daga og vikur. Það ekki því miður margt sem bendir til þess í málum eins og samstarfi við stéttarfélög að það sé mikið að vera þar, því miður. Ég vildi bara nefna þetta því að við erum að tala niðurstöðu tölur síðasta árs og maður auðvitað alltaf að hugsa nú í núinu og niðurstöðu tölur þessa ár sem við erum að fara í gegnum núna og vissulega ber maður mikið kvíðboga fyrir þeim áflóðum sem framundan eru. Ég ætla ekki að reyna að dylja það. En við höfum verið að vinna þessa vinnu eins og allir vita í samvinnu og svo verður vonandi áfram. En það verður þungt að taka á þeim hlutum í framhaldinu, ég viss það. Eins og ég minntist á áðan, þá það skuldastaðan sem veldur hvað mestum áhyggjum. Vissulega voru mikla framkvæmdir fyrirhugaðar og þetta var það ekkert fyrir sig að þær hremmingar sem við höfum lent í núna. Burtséð frá argaþrasum þau mál, þá það alveg ljóst að við verðum að skoða okkar mál mjög vandlega, skuldastöðu og niðurgreiðslu skulda næstu árin, því að það verður ekki haldið áfram mikið lengra með skuldsetninguna á okkar bæjarsjóð, að mínu viti. Þetta mun auðvitað leiða til þess að við munum hafa minna til þess að koma á stað einhvers konar framkvæmdum, einhverjum nýframkvæmdum, það alveg ljóst. En við getum ekki annað en tekið þannig á okkar fjármálum en að reyna að lækka á þessum skuldatölum sem á okkur hvíla, því að eins og ég nefndi áðan, það verður ekki farið mikið lengra heldur en komið Við vitum auðvitað ekkert þróun mála næstu misserin. Það eru óteljandi spurningamerki hvernig okkar efnahagsumhverfi verður og það illmögulegt að spá í hluti hvort sem það gengisþróun eða þróun gagnvart samvinnu sveitarfélaga og stéttarfélaga og svo framvegis. Þannig að það eiginlega ómögulegt að leggja niður fyrir sig nákvæmlega hvernig framhaldið þessu verður. En það breytir ekki þeirri staðreynd. Ég tel að við þurfum öll að fara í naflaskoðun gagnvart þessum fjármálum, endur meta okkar sýn á skuldastöðuna og fara í það að greiða þetta niður. Og það var eitt sem ég vildi nú gjarna minnast á líka í þessari yfirferð bæjarstjóra. Hún nefndi hér fór aðeins yfir B-hlutafyrirtækin og ég ætla svona með henni í manalaginu minni ræði núna að víkja orðum mínum að þeim
kumpánum í hafnarsamlaginu og óskaði til hamingju með þennan árangur sem bæjarstjóri minntist á hér áðan. En ársreikningurinn sem slíkur, hann auðvitað frábærlega unnið plagg og ég hef hrósað þeim starfsmönnum Akureyrarbæjar sem að koma að þessari vinnu og gera það enn og aftur. Og þeir hafa í þessum hremmingum sem nú hafa verið síðustu mánuðina unnið mikið þrekkverki við að koma til okkar upplýsingum og gera okkur heillega kleift að vinna þessa vinnu sem við erum búin að vinna hingað til. Orðið er laust ársreikninginn. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Við göngum til afgreiðslu og ef bæjarfulltrúar hef ekki við því mótmælum þá ber ég ársreikninginn fyrir Akureyrarkaupstað og fyrirtæki upp í einu lagi. Þetta er fyrir árið 2008. Það er enginn sem að óskar breytinga á því, þannig að ég bið þá bæjarfulltrúar sem að staðfesta ársreikninginn að gefa merki. Samþykktur með 11 samhljóða atkvæðum.